Velkomin í Biblían á mannamáli. Enn einu sinni erum við sest niður til þess að rýna í Biblíuna og reyna að kafa í þá leyndardóma sem þar að finna, því að það nóg af þeim. Það sko alveg á hreinu. Nú nálgast páskarnir, stærsta hátíð kristninnar, en hvers erum við að minnast páskana? Hvað gerðist þá? Flest okkar allavega að vita svona eitthvað það er alveg á hreinu. Sum kannski lítið sem ekkert, en hvað það sem skiptir svona miklu máli? Núna í þessum þætti og á föstudaginn og síðan í næstu viku, dymbilvikunni eða páskavikunni, þá ætla ég að aðeins að kafa í og reyna að kryfja þessa atburði sem að gerðust í lífi Jesú strax á fyrstu öldinni, bæði aðdraganda krossfestingar og upprisuna sjálfa. Ég þykist nokkuð vissum að margt af því sem ég kem til með að fjalla muni varpa nýju ljósi á atburðina, allavega fyrir sum ykkar. Ég veit að líka verið víst að ekki mér allir sammála í skilningi mínum á krossdauða Krists og hvað var í gangi og til hvers þetta þurfti og hvað var Guð að reyna að segja og gera og svo framvegis. En ég mun leggja það fram og ég mun færa fyrir því biblíuleg rök eins og ég get séð og lesið. Síðan það að sjálfsögðu algjörlega ykkur í sjálfsvald sett hvort þið viljið skoða nánar þá nálgun sem ég kem með á hlutina þennan stórkostlega atburð eða bara haldið við það sem að þið hafið hingað til haldið og trúað ef það ykkur eitthvað ósamræmi þar á milli. Það þarf alls ekki að vera, ég bara segja ef. Þessi stórkostlegu viðburðir sem páskar og atburðir sem höfðu svona rík áhrif, ekki bara á kristi fólk heldur, líf okkar allra, mannkynið allt. Þetta ætlum við að skoða og hvað sem að hverjum finnst. Það get ég lofað ykkur því að það algjörlega þess virði að skoða, það algjörlega þess virði að rýna í það og við komum öll með einhverja perlur, einhver dýrmæti sem við getum tekið inn í okkar líf. Það þetta ásamlegt. En bara að fá með kaffisúpa, hann góður. En til að leggja grunninn að því hvernig ég nálgast þetta og við munum halda áfram í Guðspjöllunum að lesa Markús frá þessu greint í öllum 4 Guðspjöllunum og við munum halda okkur við það að skoða það. En til að leggja grunninn að nálguninni, til að skilja hana, þá kannski nauðsynlegt að nota þennan þátt núna. Þetta þetta 2 í hvorri viku, þetta 4 þættir og þetta fyrsti þátturinn af þeim 4 í þessari og næstu viku. Notum þennan þátt aðeins til að rifja upp hvernig bók Biblían í raun og veru. Hvernig við þurfum að lesa hana til að skilja það sem Guð að reyna að segja mannkyninu. Ég átta mig algjörlega á því að jafnvel hér þegar ég segi svona setningar að þá ekki allir sammála mér endilega þá nálgun. Því að það margir sem vilja taka Biblíuna algjörlega bókstaflega og trúa því að hvert einasta orð í henni, hver einasta setning sé beint frá Guði skrifuð og því beri okkur mönnunum að taka það til okkar. Það ekki mín nálgun og enn og aftur færi alls konar biblíuleg rök fyrir því að það ekki nálgun og til þess að útskýra það betur þá langar mig og vitna í Biblíuna með það, þá langar mig að lesa pínlítið úr bókinni minni. Ég gaf út bók sem heitir Betri heimur og það þetta nálgast hana hér og þar ef menn vilja í búðum og annars slíkt bókaverslunum. Ég ætla að lesa þess úr henni. Þetta hjálpar okkur varpa ljósi og hjálpa þér líka ef þú ekki veist hvernig mín nálgun á þetta að hlusta og meta þá bara fyrir þig hvort að þetta sé eitthvað sem þú vilt skoða eða jafnvel bara hlusta á. Ég ætla að grípa niður hérna á 2-3 stöðum í þessari bókminni og lesa bara fyrir okkur. Biblían ekki Guðs orð af því að hann talaði og aðrir rituðu það niður. Hún Guðs orð
af því hún innblásin af honum. Það þýðir að Guð sté inn í mannkynssöguna á mismunandi tímum og gaf ákveðnu fólki innsæi og opinberun. Guð vildi segja mannkyninu sína hlið á framvindu sögunar, hver stefndi og hvernig hann sjálfur Höfundar Biblíunnar rituðu þessa opinberun niður í samfélagslegu samhengi hverju sinni, en myndin sem þeir höfðu af Guði var þó ekki alltaf mjög skýr. Bókin eða bækurnar, Biblían, var skrifuð á yfir 1000 árum af ýmsu fólki með mjög svo ólíkan bakgrunn undir margvíslegum kringumstæðum og í mismunandi tilgangi. Því það þannig að lesa Biblíuna eins og að liggja á hleri og fylgjast með andlegri vegferð ákveðins hóps af fólki til forna. Reyndar ekki svo ólíkt ferðalagi Íslendinga frá landnámi, nema mun eldra. Biblían greinir frá sögu heillar þjóðar, lífsbaráttu fólksins og samskiptum þeirra við Guð, með öllum þeim spurningum sem vakna lífið og tilveruna. Það engu, ég bara segi ykkur hér, elsku vinir, það engu haldið aftur. Biblían greinir frá öllu, góðu, slæmu, mistökum, rangindum, réttlæti, hún talar þetta allt og hún ófeimin. Hún ekkert að reyna að búa til einhverja fallega mynd til að reyna að sýna og sanna að þetta sé Guðs orð. Þessa sögu sem Biblían greinir frá, þessa fólks, tjá ritararnir á tungumáli síns tíma og með þeim myndlíkingum og mýtum sem fólki skildi. Hafandi sagt þetta, þá kannski hugsa sumir, þarna, þetta ekkert Guðs orð, það ekkert að marka þetta. Nei, það ekki það sem ég að segja. Það alls engin ástæða til að efast að reynsla þessa fólks hafi verið raunveruleg og einlæg. Hún var forn og hún var skráð í samræmi við þá skilning sem þeir höfðu, eðlilega. Það að einhvað sé öðruvísi en við eigum að venjast eða ekki í takti við þangangang nútímans og nútíma vísinda og hvað við höfum tekið miklum framförum og andlegum þroska, það ógildir ekki reynslu heim þess fólk sem við lesum í Biblíunni. Það ógildir hann alls ekki. Svo sannarlega eru frásagnir til dæmis Gamla testamentisins ferðalag og þroskaferli Ísraels ekki gripnar úr lausu lofti. Þetta þeirra saga. Alveg svo Íslendingasögurnar okkar saga. Stökk Gunnar hæð sín öllum herklæðum, hjó einhver annan niður í herðar niður með einu höggi. Alla þessa hluti. Við lesum þetta hluti af sögun okkar, þetta hluti af því hver við erum. Við vitum ekki hvort að taka allt algjörlega bókstaflega, en svona þetta skráð fyrir okkur. Og þetta sagan. Og saga Biblíunnar eða saga Ísraels í Gamla testamentinu þeirra saga, skráð af þeirra sagna fólki. Það sem hins vegar, og nú ætla ég að hætta að lesa hér og fjalla þess það sem við vorum að lesa, vegna þess að það sem merkilegt að í öllu þessu ferðalagi þeirra, þá Guð alltaf að tala, hann alltaf að kenna, hann alltaf að segja eitthvað sem ekki bara fyrir þau, heldur fyrir mannkynið allt. Það átti eftir að koma í ljós síðan meir og þau meðtóku það frá Guði að hann vildi deila öllu því sem hann deildi með þeim, með öllum þjóðum heimsins og það gerðist. En það svo, þið munið heyra það í næstu þáttum, það svo mikið af góðum perlum og mikið af útskýringu sem hjálpa okkur að skilja og lesa Biblíuna og ég bara hér að leggja grunninn. Ég hvet ykkur til að skoða bókina út frá þessu sjónarhorni. Þetta ferðalag, þetta andlegt ferðalag þar sem Guð að opinbera sig, sinn vilja og hver hann og hvernig hann Eðlilega var fólk ekki búið að ná því strax í byrjun hvernig það var. Eðlilega, hvorki þú eða ég, við erum ekki enn búin að ná því. Hvernig ætlar að skilja hann til fulls? Hann sýnir sig, opinberar og talar, en hann samt svo miklu stærri og meiri, heldur við getum nokkuð tímann náð utanum í okkar kolli.
en hann heldur samt áfram og þetta hans markmið og þess vegna lesum við Biblíunni í þessu ljósi. Hann að sýna sig smátt og smátt og smátt, en fólkið skráði allt niður, líka það sem það hélt, sjáðu. Það hélt eitthvað Guð og ég mun sýna ykkur það í næstu þáttum, að stundu hélt fólk eitthvað og gerði jafnvel eitthvað sem það kendi við Guð, en var alls ekkert frá honum komið. En Guð leyfði því samt að gerast. Jæja, grípur nú aftur niður í bókina mína Betri heimur. Jesús alltaf kærleiksríkur, en hvað með Guð Biblíunnar? Hann virðist ekki alltaf vera svo góður. Hvernig nær þetta saman? Margir hafa jafnvel sagt skilið við Biblíuna eða Guð hennar vegna þeirra myndar sem hefur verið dregin upp af honum, að hann geti oft verið grimmur, ósanngjarn og afar óaðlaðandi pirraður Guð. Vissulega eru nokkri kaflar þar sem að þetta gefið í skyn og þá spurning hvernig fellur það inn í frásögnina. Ég var að útskýra það rétt áðan hvernig það kann að hafa gerst. Hinn ósýnilegi Guð Biblíunnar, hann eins vondur og afilátið? Eða það kannski eitthvað í okkar nálgun á bókina sem veldur misskilningi hjá okkur? Við þekkjum öll trúað fólk sem þröngsýnt og kreddubundið og fordómafullt. Það hefur oft verið sagt kristið fólk að það sé svo þröngsýnt að það geti horft í gegnum skráargat með báðum augum í einu. En ég spyr ykkur, elsku vinur, leit okkar eftir þekkingur Guði, hún ekki svo mikilvæg og svo nauðsynleg, eitthvað sem skiptir öllu máli, að við erum tilbúin að leggja til hliðar þröngsýni, við erum tilbúin að leggja til hliðar fyrirfram jafnar hugmyndir og hugsanir, jafnvel það sem okkur hefur verið kennt í gegnum aldirnar árin segi, jafnvel aldirnar sem við erfum í gegnum kynslóðirnar, ef það passar ekki við það sem Guð að kenna. Guð hefur alltaf lokaorðið. Hans opinberun alltaf það sem gildir. Og þá spyr ég margir, hann búin að opinbera allt í Biblíunni, það ekki? Við höfum bara að taka það loka opinberunin. Og því að segja ykkur eitt. Opinberun og skilningur minn á Guði, og ég nú búin að vera og ganga með honum í mörg ár, hún tekur stöðulega breytingum. Það ekki vegna þess að Guð alltaf að breytast, heldur vegna þess að ég að breytast. Hjarta mitt, minn innri maður breytist og vonandi þá líka í góður ávöxtur af því minn ytri maður, minn hegðun sem sagt, mitt líferni. En ég breytist, mín sýn á Guð breytist ekki vegna þess að hann alltaf svo sami, gær og í dag og eilífð, alltaf svo sami. En ég á ferðalaginu og ég breytist. Smátt og smátt lyftir þokunni af og þá fæ ég að sjá hlutinni í bjartara og skýrara ljósi. Þegar vel að gáð, þá þessu þannig háttað andlegt ferðalag okkar allra og býttu við líka fólksins í Biblíunni. Þetta nefnilega ekki, ég bara ekki eitthvað búið til hér sem að þú nú svo viltur haldum en þú veist ekki einu sinni hvað þú vilt lengur. Nei, ég á ferðalagi. Og Biblían sýnir okkur algjörlega svartu hvítu og ég ætla að lesa það núna, að allt fólki í Biblíunni var líka á þessu ferðalagi og þeirra sýn og þeirra skilningur breyttist líka, ekki Guð, heldur þau. Þannig að ekki allt eins og það skráð. Það ekki allt eins og það skráð. Það sannleikur þar undir liggjandi og við munum fjallum þá hluti núna í þáttunum framundar. Það svo spennandi, ég ætla að sýna ykkur, mjög spennandi. En sjáum hvað Jóhannes, lærisveinn og postuli Jesú Krists, sagði þetta í sínu fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla. Hann að ávarpa hina kristnu, hann að ávarpa kirkjuna og þar á meðal voru bæði gyðingar sem hefðu tekið trú á Jesú sem Messias og svo þeir sem fyrir utan Ísrael stóðu og hefðu tekið trú. Hann segir svona: þið elskuðu
það ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð orðið sem þið heyrðuð. Stöldum aðeins við og bara skoðum nákvæmlega hvað hann að segja. Hann ávarpar kirkjuna, hann ávarpar gyðinga þar á meðal sem hefur tekið trú á Jesú Krist og fylgdu honum, muniði að Guð var ekkert að stofna ný trúarbrögð, hann var bara að safna sem að fólki þann sannleika sem að Kristur kom með og var. Hann segir, ég ekki að skrifa ykkur neitt nýtt, segir Jóhannes postuli. Ég bara að rita það gamla sem þið hafið heyrt og þið hafið heyrt frá upphafi, með öðrum orðum. Það sem hefur verið skráð og ritað í gegnum aldirnar og kennt í gegnum aldirnar. Í gyðingdómnum, í trúnni, í Gamla testamentinu, alveg fram á daga Jesú og fram á okkar daga, segir Jóhannes. Það það sem ég að kenna ykkur. Þetta sama gamla orðið sem þið búið að vera með ykkur frá upphafi. Sem sagt, muniði, þau voru ekki með neitt Nýja testamenti. Nýja testamenti voru þessi bréf og annað sem að safna saman og Guðspjöllin, þegar sem Jóhannes vitni hér í Gamla testamentið. Það orðið, það ritningarnar, það eina sem þau höfðu. Allt það gamla í Gamla testamentinu sem þið búin að hafa frá upphafi, það það sem ég að segja ykkur frá. Ég ekkert að rita ykkur neitt nýtt. Þetta ekki nýtt orð, þetta ekki nýtt boðorð. Þetta bara það sama. Þið búin að heyra þetta, foreldrar ykkar, ættkvíslir ykkar á undan í öld eftir öld, þetta sama orði. En hann heldur áfram. Eigi að síður það nýtt boðorð sem ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og ykkur. Veitu, Jóhannes, hvaða bull þetta? Þú varst að segja þetta væri það sama, hvernig getur þá verið nýtt? Það getur ekki verið gamalt og nýtt. Ég býtu, jú, það nefnilega gamalt og nýtt. Þetta sama orðið, en eigi að síður þetta nýtt vegna þess að sannindi orðsins, sannindi þess að þið búin að þekkja og lesa og jafnvel læra utan að ykkar trúarbók Gamla testamentið núna að verða ykkur nýtt eins og þetta sé splungu nýtt. Vá, af hverju? Vegna þess að sannindi þess, sannleikurinn, kjarnin, boðskapurinn undir niðri sem Guð að koma með núna birtist í honum, í Kristi Jesú og ekki bara í Kristi Jesús, í ykkur. Vegna þess, og hann heldur áfram, því myrkrið að hverfa og hið sanna ljós þegar farið að skína. Jóhannes hér að vísa til þess hvernig skilningur fólks á orði Guðs breytist með tímanum. Þau meðtók og skildu nýja hluti, en þá var aðeins að ræða nýja skilning, ekki að því var eitthvað sem voru nýlega skrifað. Það var nýr skilningur. Nýju ljósi var varpað á orðið og það rofaði til í huga þeirra. Þau sáu, þau fengu opinberun. Og þá spurt, hvernig gerðist það? Jú, það var hann, Jesús Kristur, sannindi birtust í honum. Hann kom með nýja skilning á sannindunum Guð. Hann fullkomnaði ferðalagið og opinberunina. Þess vegna það sem Jesús sagði og gerir í Guðspjöllunum það sem aðalmálið. Það stóra málið því hann sýndi okkur og hann sagði okkur, hann allt í öllu. Hann varpar ljósi á það sem við ekki skildum. Og þetta ferðalag þitt og ferðalag mitt og þetta ferðalag okkar allra. Það ekki hjá því komist. Sú mynd sem fólk hefur af Guði margvísleg. Hún margvísleg. Og ef hún byggir á Biblíunni, þá mjög auðvelt að falli þá gryfju sem að Jóhannes var að kenna frumkirkjunum að túlka og lesa út frá þeim skilningi sem þeim hefur alltaf verið sagt að væri. Ég skil þetta svona þetta stendur hér bókstaflega, en gleyma því að það fyrir anda Guðs og fyrir
Jesú Krist, því sem hann sagði og gerði, hvað hann sagði orðið, sem að skiptir öllu máli að meðtaka til þess að við skiljum. Hvað ef Guð til dæmis ekki grimmur? Hvað ef hann sendir engan til helvítis og eilífrar kvalar, eins og margir trúa? Hvað ef Guð Biblíunnar, líka í Gamla testamentinu sjáðu, hvað ef hann nákvæmlega eins og Jesús Kristur? Þá sjáum við strax, leiðu sig í þessa setningu, þá sjáum við strax að það ýmislegt í Gamla testamentinu sem, nei, það passar ekki, þetta ekkert líkt Jesú. Ok, einmitt nákvæmlega, þá ber okkur að staldra við. Það ber okkur að staldra við og segja, býtum við, passar þetta við Jesú? Þetta sem hann myndi segja og gera? Hugsar hann svona? Ef svarið nei, þá leggjum við til hliðar sem sannindi Guð. Getur verið eitthvað sem kennir okkur, getur verið eitthvað sem að gerast á bakvið, getur verið ástæða fyrir því að skrifa og allt það. En það ekki endurspeglun af því hver Guð Jesús, sagði Jóhannes postuli, hann hefur núna flett af hulunni, hann hefur tekið huluna af, hann hefur opnað fyrir ljósið, hann hefur sýnt okkur það og sannindi orðsins, sannindi Guðs orðs núna komin ljós, hvernig? Í honum. Þetta það sem ég var að sagði, minni mig bara strax í upphafi á fyrsta deginum okkar, að ég fer í gegnum allt Guðs orð í þessu ljósi, út frá Jesú, læt hans kærleika, hans líf varpa ljósi á Guðs orð, það orðið sem gefur þér og mér líf. Það orðið. Og hvað ef, í ljósið þess sem ég að segja, eina leiðin, raunverulega, til að skilja Guð Biblíunnar að sjá hann í þessu ljósi, í ljósi Jesú Krist. Hvernig væri lífið ef þú skildir það og sæir allt í einu, samfærðist það, að Guð alltaf bara góður? Hvernig væri lífið þá? Ég segi, það væri stórfenglegt. Það væri stórfenglegt. Þetta það sem við erum að fara að skoða. Fannst nauðsynlegt að rifja þetta upp bara til þess að enginn veltist í vafa það að framundan í næstu 3 þáttum á föstudaginn og þriðjudag og föstudaginn næstu viku, páskavikunni sjálfri, þá muni sýna ykkur vers sem að geta gjörbreytt í fyrir sum ykkar, alls ekki öll, en fyrir sum ykkar, hvað þið haldið krossfestinguna og af hverju Kristur þurfti að deyja og svo framvegis. Til dæmis, þegar Jesús fer inn rétt áður en krossfestu faktist, þá fer og velti borðunum í musturnu. Hvað lætir í honum? Hvað var hann að gera? Og hverju var hann svona óhress með þetta að sem við vorum að gera í musturnu? Við ætlum að skoða þetta aðeins. Við ætlum líka að skoða hvort að það hafi bara verið, hann var svo óánægður að þeir voru að selja svona fórnadýrin eða var hann kannski óánægður með fórnina líka. Veitu, Guð ekki þóknarlegt að úthella blóði? Þeir gerðu þetta aldaraðir. Við ætlum að skoða þetta. Hvað segir Biblían okkur þessa hluti? Þetta svo stórkostlegt. Þetta svo stórkostlegt ferðalag og það svo gaman að sjá og skilja allt Guðs orð út frá Jesú Kristi. Ekki út frá mér, ekki út frá neinum öðrum, ekki út frá prestinum okkar, ekki út frá einhverjum frumkvöðlum fyrir 200, 300, 500, 700 árum, engum af þessum. Við erum öll á ferðalagi, þeir allir á ferðalagi, þau öll á ferðalagi. Sama ferðalagi, það bara einn. Eins og Jóhannes sagði, sem getur varpa ljósinu á allt þetta. Og það Jesús. Hann allt í öllu. Hann kom einmitt til að sýna okkur, einmitt til að kenna okkur. Hann var svona endapunkturinn á þessu opinberunarferli, þessu ferðalagi sem byrjaði bara strax og lestum það í upphafi Biblíunnar og Abraham og allt þetta, svo sögunni Ísraels og alveg fram á daga Jesú, svo 1000 ára.
þetta bara ferðalag. Svo segir Jóhannes, Jesús kom með þetta. Hvað sagði ekki Jesús? Ég vegurinn, ég sannleikurinn og ég lífið. Og þetta einskoðum við þetta líka. Elsku vinir, þið heyra ég spenntur, mér finnst þetta svo gaman, mér finnst þetta svo yndislegt og ég fekk algjörlega nýja skilning þegar ég skildi það út frá meðalans þessu sem Jóhannes var að segja þarna sem ég las áðan og ýmsu fleiru að það aðeins með og í Jesú Kristi sem að við finnum þessa fjársjóði, þessa andlegu, djúpu, fallegu fjársjóðu kennslu sem Biblían hefur að geyma. Það nefnilega í bókinni fullt af yfirborði af því hún að segja sögu. Hún segir sögu fólks. Og þá ekki skrítið þó að það svona aðeins komið fram kannski misfellur og hlutir sem að maður spyrir við hvaðan kemur þetta nú? Sko, og þú kannski spyrð hvað sinni óskopunum leyfði Guð þá að hann væri skrifað í Gamla testamentinu eins og það oft gert ef það ekki hann, ef það ekki sanngjarnt og rétt gagnvart honum. Svarið rosalega einfalt, mjög einfalt raunverulega, en leið mjög fallegt. Þrátt fyrir ljótleikar sem oft kemur fram í lýsingunum. Það lesa aftur hérna bara örfá línur úr bókinni minni og svo ljúkum við þættinum. Guð Biblíunnar segir ekki söguna sjálfur, eins og Allah til dæmis gerir í Kóraninu. Guð Biblíunnar leyfir fólkinu að segja söguna. Biblía frá upphafi til enda sagan af Guði og hans eilífu fyrirætlun, sögð af fólki með mjög oft takmarkaða sýn á það hver Guð eða hvað maður yfirleitt að gera. En Guð veit nákvæmlega hver hann Hann alveg öruggur í eigin skinni. Engu verður þröngvað upp á mannkynið sem á ferðalagi lífsins. Þau munu öll skilja eðli hans einn daginn. Guð ætlaði sér ekki að taka frá fólki, frá mannkyninu, þá ótrúlegu lífsreynslu sem uppgötin á honum Ólíkt öllum öðrum guðum. Þá snýst allt hjá Guði Biblíunnar fólkið sem hann elskar en ekki hann sjálfan. Þetta munum við sjá. Biblían lýsir því þá hvernig Ísraelsmenn smátt og smátt skildu hvað var í gangi, hvernig Guð og hvað hann að gera. Þetta köllum við stigvaxandi opinberun og hún skýrir mjög margt í frásögunni. Með stigvaxandi opinberun hugsanlegt að það illa og grimma sem tileinkaðir Guði í Gamla testamentinu sé kannski alls ekki hans eign. Að Ísraelsmenn hafi annaðhvort ekki skilið eða mögulega jafnvel misskilið aðkomu Guðs að hinum og þessum viðburðum sem áttu sér stað. Jæja, við ljúkum sér hér og svo tökum við til við hlutina að kafa ofan í aðdraganda páskana, föstudagsins langa og upprisunar og hvað var eiginlega í gangi og hvað var, kannski ekki síður, hvað var ekki í gangi. Því það mjög stór og alvarlegur misskilningur í kristinni trú allan heim. Það allavega mín skoðun og ég mun sýna ykkur það. Akkurat ég til að vera alvarlega misskilning. Og það í ljósi Jesú Kristi sem ég mun sýna ykkur. Og þú hugsa kannski núna, ég ætla ekki að segja neitt meira. Ég gæti farið í að segja, já, ekki, þið takið þessu bara eins og þetta Þið þurfa ekki að hafa áhyggjur af að ég sé alltaf tróða einhver upp á okkur og þið verðið hitt og þið verðið ekki, nei, þið verðið ekkert. Þið á ferðalaginu eins og ég og þú, eins og ég og allir aðrir. Við öll á ferðalaginu sem Jóhannes postuli var að tala Við bara komið þangað. Þetta sama gamla sagan, frásagan orðið sem við alltaf heyrt. En hvaða ljósi varpar Jesús á þessa frásögu? Það svo spennandi. Þið heyrðu það, ég ætla að fara að staða á þann og útskýra eitthvað meira og segja eitthvað meira en hætti við og ég ætla bara að hætta hér í þessu þætti því að svo látum við bara orð Guðs tala í
þáttunum framundan til þess að varpa ljós á þetta, en þetta er spennandi. Hvað sem ykkur finnst að öðru leyti, þá er þetta spennandi. En nú skulum við ljúka þessum þætti, elsku vinir, og biðja saman bænin okkar, Faðir vor sem Jesús kenndi okkur, ef við mögulega getum eða viljum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir.